en þá förum við aftur í Reykjavíkur einvígið. Valskonur unnu bara auðveldan sigur í Lambhagahöllinni og hérna Valur bara komin með bara tök á því einvígi 2-0. Það svona, já þær voru ekki nálægt þessu hérna Vignir og slæmur kafli hjá þeim eftir nokkuð góða ágætis byrjun þannig lagað. Já, leikurinn bara jafnvægi hérna eftir 10-12 mínútur jafntefli eða eins marks munur. Þá kemur algjört bara lok-læs hjá Valsliðinu og það mikið hik á framliðinu á móti og þá þetta eiginlega bara uppskrift í næstu mínútur af leiknum. Það koma vallaskoti á markið og ef það fer á markið þá Hafdís bara með það, nokkuð þægilega og Valskonur skora hérna bara hvert markið á fætur öðru og koma sér bara í bara mjög huggulega stöðu og eru bara allt í einu komnar 7-8 mörkum yfir. Og Valslið eina liðið í deildinni, þú getur ekki mist meira en 3 mörk framöver. Jafnvel 3 mörk kannski of mikið en síðan í kjölfarið ég meina á móti þessu líka og það sem það þessi varnarleikur, góð vörn sem skapar fullt af mörkum og skapar vandræði framara. Já, við sjáum það á þessum klippum sérstaklega. Þarna bara Elisa og Mariam sem komu inn í fyrri leikinn eru bara þristaparið og það var bara með alls konar róteringu á þá bakvörðunum. Stundum hérna Ásdís að spila þar, stundum Anna Karitas eða hún Hekla. Guðrún Hekla? Já. Það nokkrar sem geta spilað bakvörðunum. Það mjög áræðnar og koma aðeins út á móti svona flotinu, einmitt þess að þú segir, og að skapa en svo líka svona alls konar bara auðlega mistök hjá framstelpunum sem bara gefa hann út af, gefa svona þetta mjög. Og maður kannski haldið voru betri í fyrsta leiknum í 56 mínútur að staðan fyrir að byggja ekki á því að þá einhvern veginn virðast það ekki geta snúið þessu einhvern veginn þannig að það sé jákvætt, við töpum bara með 2 í lokin eða það virkar omvendt. Já, og bara fjöldi tapar bolta á stuttum tíma hjá framliðinu var bara mikill hausverkur fyrir þjálfarann held ég að horfa og bara einhvern veginn reyna að koma með lausnir og önnur kerfi og hlaupaleiði fyrir stelpundar. Það svona, eins og bara trúin fór hérna síðustu mínútunum í fyrsta leik þá einhvern veginn var hún bara búin eftir 10 mínútur þessum, því miður. Já, ég ansi hrædd að hafa einmitt, bara ef þú vinnur ekki Val í leika sem vart með yfirhöndina allan tíman. Já. Og bara fleiri vanir skot. Já, og ertu einhvern veginn bara þær voru bara betri á Hlíðarenda en tapa samt. Ég svona hrædd það, mér fannst að líta þannig út að þá hafi bara svona, herri, ok, þá þetta ekki hægt. Af því að ég alveg saman, þú ættir að fara þá inn í næsta leik, bara eitthvað, herri, þú erum svona frá þessu, við þurfum að bæta hérna örlítið, en það var eins og þetta virkaði bara alveg öfugt og þær einhvern veginn bara voru ekki með trú, allt annað að sjá. Framliðir voru miklu meira hikandi, bara árásunar einhvern veginn ekki eins beittar eins og í fyrirleiknum. En að samanskapi segi það var líka allt annað að sjá Valsliðið. Vörnin var allt önnur. Hafdís, ég meina, enn ein sirpan núna. Já, einmitt, auðvitað þetta ekki allt, það ekki exið og fótun upp í samskeytin, alltaf í Hafdísi með fullri virðingu. En hún samt að verja eins og við erum að sýna bara nokkur bara ágætis færi hjá framstelpunum. Hún raunveru það sem hún á að verja á plús nokkra bolti í viðbót. Já, hún alltaf það sem hún á að verja. Engar áhyggjur af því, nánast. Svo sjáum við líka svona, eins og þetta skot sem hún að verja þarna. Það bara út frá hönd, vörnin bara stýrir skotinu þarna niður og hún getur bara leyft sér að slæta niður. Svo hún að taka vítaköst, það að hika alls þar inn á línu. Þannig að mikið hrós á hvernig Valsliðið kom inn í þennan leik miðað við leik númer 1. Og Lovísa enn og aftur eins og við svo sem töluðum hérna í leik 1 og við talaðum hana, hún náttúrulega eiga bara stórkostlegt tímabil, bæði með auðvitað Val og landsliðinu. Já, og bara því breyting á henni bara einhvern veginn viku eftir viku. Hún ætlaði að koma úr þessum erfiðu og leiðilegu meiðslum síðustu, hvað var þetta ekki, 2 ár bara sem hún svolítið búin að vera í þessu. 3 ár bara, náðast. Bólgur í hásinum og sinum og eitthvað svona, sem bara mjög erfitt að eiga við, en hún greinilega að finna svona, ég vil ekki bara segja sitt gamla form, því að hún hefur séð hana líka með innkomið með landsliðinu, þar sem henni bara treyst fyrir mjög stóru hlutverki í stórum leikjum í sókn og vörn. Já, og hún bara orðin þeirra helsti leiðtogi hjá þessu Valsliði og sérstaklega eftir að því þetta ekki búið að vera með núna nánast bara allan vetur. Og margar ungar
eins og Arna Karítas og Guðrún Hekla og Ásthildur og þetta eru 18-19 ára, 19-20 ára stelpur. Já. Og hún einhvern veginn bara leiðtoginn þeirra og svona, einmitt eins og hún nefndi líka áðan, hún svona sett bara einhvers staðar, bara herru, nú vantar okkur að laga hér, setjum Lovísu, hún bara, þú veist, þá fer hún hérna inn eða hér og einhvern veginn bara með allt, hún fer maður og mann og ógeðslega sterk, hún með góð skot og svo auðvitað bara varnarlega einn besti varnarmaður í deildinni. Já, ég held þessi algjör draumur eins og fyrir Anton að hafa hana í þessu svona, já hún var, og þau í alls konar meiðsla vandræðum, þannig að vantar fyrirlega líka Hildi Björns sem hefur verið að spila, já bara í miðri vörninni og ef það ná ekki skiptingu þá hleypur bara Lovísa niður í miðja vörnina og bara læsa það. Og veikir ekki neitt, sko. Nei, ekki neitt, og bara, þetta er frábær leikmaður. Kannski jákvæðast að hjá Fram í þessum leik var að Arna Sif Jónsdóttir, hún kom sterk inn eftir að Ethel náði sér ekki á strik. Já, og bara kom bara í veg fyrir ennþá stærra tap framliðsins, sko. Hún var svona, já, gaf þeim allavega von því að það var alvöru kraftur í henni og hún er með, sko, já, 13 varinn skot. Þetta dundu þarna skotin á henni og mikið af skotum og hraðablöpum en gríðarlegt efni. Mikið efni, ung og efni þarna. Við sjáum bara flotta markvörslu frá henni og eitthvað til þess að byggja á. En það var rautt spjald sem við vildum skoða. Sara Lind, það er rautt spjald fyrir þetta. Já, ég held að við höfum tekið þetta nokkuð svona fyrir í vetur. Það er að segja að þegar að varnarmaðurinn í horni stígur svona, ég má segja síðasta skrefið örlítið stærra en kannski er eðlilegt sjá minna hægri fótinn stígur svona fyrir hlaupaliðina hjá Hörpumaríu sem er búin svona búa sér til sína hlaupalið. Þetta er ekki alltaf sem að sóknarmaðurinn stígur á varnarmanninn en það gerist, mér finnst oftar og oftar og þetta er náttúrulega mjög svona hættulegt fyrir sóknarmanninn. Er þetta ekki samt svona, er einhver ásetningur hjá stelpunni þarna? Það held ég nefnilega ekki, sko. Þetta er líka alveg, sko, svona svolítið matsatriði hver er að valda, sko, áreksturinn meira. Sko, er það sóknarmaðurinn sem að hefði það bara geta, en hún þarf þá að stytta skrefsinn til þess að stíga ekki á varnarmanni og það held ég að sé það sem að hefði verið að dæma og hún er svona, já, er að koma í veg fyrir að hún geti nýtt sér þá það pláss sem að var þarna áður. Mér finnst það svona, já, greiningin á þessu. Tvö frábær mörk sem við vildum sjá hjá Fram, Hulda Dags og Ásdís. Já, mér finnst bara að gera að sýna þetta því að þetta býr svo sannarlega og þetta er engin smáræðis mörk. Þetta er bara... Og Ásdís hjá Val, sko. Það ekki. Jú. Þetta er alvöru negla. Hún er með eitt í hverjum einsta leik. Hún er stór skemmtileg. Frábær skothönd. Bara áræðinni, út af það 6 mörkum undir og... Svo hérna Ásdís að svara. Bara 2 sóknum seinna, þá kemur Ásdís með þetta. Segir bara að við gerum þetta líka innan við. Já, við erum líka með... Það viljum við sjá bara oftar. Svo fallegt. Frábært kerfi hjá Fram sem að gekk mjög vel upp. Þú varst ánægður með þetta? Já, ég er ánægður. Ég er líka bara, Mikil fagurkeri, kerfismaður. Fagurkeri í þessu. Sjáum bara línumanninn, Ásdís, sem er svona, já, mikilvægur leikmaður í liði Fram. Og bara eins og ég sagði einhvern tímann í vetur, ef hún er í stuði, þá er Fram liðið í stuði. Hún er hérna að sýna sparliðina. Hérna er hún bara á leikstjórnandi. Hendir bara boltanum inn á Huldu og þetta er eitthvað beint af teikniborðinu eða þeirra að tala á milli. Þetta er gamla Kairó-kerfið þar sem að línumæðurinn er komin í leikstjórnastöðu. Mér fannst þetta skemmtilegt og þær voru bara að reyna að kaupa sér mark og þær gerðu þarna eitt skipti.